Komið sæl, við byrjum hér á skoðstöðuna á Norður-Atlantshafi en við sjáum að það er lægðamiðja beint yfir landinu hjá okkur en það hefur verið norðaustlæg átt á norðvestanverðu landinu og suðvestlæg átt á því sunnanverðu. En það sem gerist næsta sólarhringinn er að það myndast tvær miðjur úr þessari lægð, önnur kemur hér úr suðvestri, þær sameinast allar, flytjast til austurs og við það er snúast í norðaustlæg átt á öllu landinu hjá okkur. Og það dregur úr vindi á morgun og ennþá frekar á föstudaginn, sama með úrkomuna en á hitasvæðinu þá eru við í þessu svala loftmassa eins og sjáum á hér en við það snúast yfir í norðaustlæga átt þá er kaldara loft að koma yfir okkur úr norðri eins og sjáum á hér þannig að það er að kólna núna á morgun og á föstudaginn og útlit fyrir að verði víða frostmark svona yfir hádaginn. Hins vegar gæti þessi loftmassi hér úr suðri komið við sögu allra syðst á landinu og hækkað hitan upp í jafnvel 5 stig. En hér sjáum við að í þessari lægð að þá eru tvær gular veðurviðvaranir sem eru í gildi núna og þær eru vegna hríðarveðurs. Á Vestfjörðum er þetta norðaustan hvassviðri eða stormur með snjókomu og skafrenningi og aðeins minni vindur hér á ströndum á Norðurlandi vestra. Þetta á nú einkum við strandir, leið komum inn í Húnavatnssýslurnar og aðeins inn til landsins þá er mun hægari vindur og varla tilefni til þess að vara við. En þetta ætlar að vera í gildi núna alveg í nótt og fyrramálið. Við sjáum hér að það er víða annar staðar sem er snjókoma og jafnvel vetrar aðstæður á norðanverðu landinu. Síðan í fyrramálið þá er litla breytingar þar svona er aðeins að draga úr vindi eins og sjáum á hér. En syðra þá sjáum við að það er úrkomubakki sem er að koma inn á suðvestanvert landið. Þetta er svona slitta gæti farið út í snjókomu svona eftir kólnun næturinnar. Annars það eru svona smá skúrir eða él og svo þegar líður á morgunin 10 og 12 renna þessar viðvaranir úr gildi en við sjáum að vindurinn hann er nú ekki alveg búinn að lægja en hann er svona á niðurleið og úrkoman sömuleiðis búið að draga þó nokkuð mikið úr henni og líka hér fyrir norðan. Það er él á Stangli og hér sunnan heiða þá sjáum við að það er skúrir eða slydduél þar. En þegar við horfum síðan fram eftir degi þá sjáum við að dregur svona heldur úr úrkominni allt land, einnig úr vindinum og svo sjáum við hér annað kvöld gæti verið smái snjókoma eða slydda á suðvestanverðu landinu. Þessi litla lægðarbóla hér ætlar að vera á sveimi. Á föstudaginn er stöku él hér fyrir norðan og óvíst hvað þessi litla lægðarbóla ætlar að gera en svona mestu líkurnar á hún verði hér allra syðst og fari síðan yfir á suðausturland. En hitatölurnar þær eru svona frostmarkið. Litla lægðarbólan komi hér suðaustur á laugardaginn. Ætti að halda sturt á suðvestanverðu landinu, stöku él fyrir norðan, ekki mikla breytingar til sunnudagsins, svona heilt yfir. En ef við skoðum síðan í Skandinavíu, þá er milt vorveður allra syðst þar en svona jafnvel að ná í frostmark þegar norðar dregur eða eins norðarlega og löndin liggja. Hér í miðbyggið þá er hæðarhryggur sem nær hér frá Azorishæðinni sem kemur inn og við heldur björtu veðri og hitatölum sem eru bara alveg hreint prýðilegar á þessum tíma árs. Hér suðaustan til þá er hins vegar lægð sem er með svolítinn vind og er með úrkomu þrumuveður þannig að það eru viðvaranir allvíða í gildi þarna. Það er einnig stöku skúrir á Íberíuskaganum en lítið viðvaranir vegna þess. Þetta er svona mun eðlilegra ástand. Og síðan í Norður-Ameríku þá er hér lægðardrag allra syðst í Texas. Gæti orðið eitthvað vesen þar vegna úrkomunar en hæð sem er hér suðaustan til og lægð sem kemur hér inn á vesturströnd Kanada og Bandaríkjanna. En í kvöld og nótt er gul veður vegna hríðarveðurs á norðvestanverðu landinu en þær renna út klukkan 10 og 12 í fyrramálið. Annars staðar þá er að snúast yfir í norðaustlæga átt líka með snjókomu fyrir norðan og stöku skúri eða slydduél sunnan heiða. Segjum þetta gott í bili. Takk ykkur fyrir og verið sæl.